Góðan daginn. Góðan daginn. Takk. Það er bara einhvern veginn þannig með okkur Íslendinga, við erum ekkert góðir áhorfendur í sal. Við tökum aldrei undir. En já, hver er ég? Eins og ég fekk frábæra kynningu. Arnar Gunnarsson heiti ég, vinn hjá Origo, er þar tæknistjóri. Svona sem tengist þessum öryggismálum er að já, ég er meðlimur Öryggissjóða Nýherja. Ég leiði tæknilegan viðbragðshóp hjá okkur og er þá með öll input inn í öll tæknileg öryggismál og ákvarðanir. Ég er með 15 ára reynslu í svona enterprise level IT, högun, uppsetningum, debuggi og með mikla sérhæfingu öryggismálum. Þar sem við erum í Íslandi, þá hugsa allir hverju menntaður. Í staðinn fyrir að setja upp einhverja glæru með lista af einhverjum haug af einhverjum gráðum vottunum, skiptir engu máli, þá tók ég að vigtaði þær. Ég með svona 470 grömm af vottunum frá einhverjum fyrirlesturum, námskeiðum og ýmsu svona. En hvað ætlum við að gera hér? Ég var í miklu vesenni þegar ég var búið til hann fyrirlestur. Hvað ætlum við að gera? Það er allir að tala um þetta. Allir fyrirlestrar á Íslandi, ef við hugsum bara síðustu 3 ára eftir í tíman, hafa einhvern veginn snúist Internet of Things. Þetta er buzzword yfir menn að tala um þetta. Hvað ætla ég að gera til að fræða okkur og við höfum gaman að þessu og hafa eitthvað nýtt? Ég byrja að setja upp einhverja fína dagskrá, förum yfir nýjungar, ræðum internet hlutana, förum yfir veikleika, förum yfir galla við hraðar innleiðingar og hlutum. En svo fór ég að hugsa, er þetta nóg? Er þetta ekki það sama allir eru búin að gera? Þurfum við ekki að horfa einhvern veginn öðruvísi á þetta? Förum aðeins back to basic og pælum aðeins í þessu öðruvísi. Ef við horfum á síðustu mánuði, ár, 1,5, þá er þetta búið að vera lífið okkar dálítið mikið öryggismáli. Og jú, við erum að reyna að gera öryggismál cool, þannig að það er búið að búið til logo fyrir alla veikleika sem finnast. En þú veist, þetta er allt sem við höfum séð. Við erum að tala um WannaCry, Heartbleed, Ghost, Blueborn, Drown, Spectre, Meltdown, Crack, Cloudbleed, Shellshock og Pudul. Þetta er allt hlutir sem við erum búin að heyra, þetta er í fréttunum, það er allir að tala um þetta. En við erum öll að tala um þetta í tengslu við tölvurnar okkar, borðtölvurnar heima, serverinn okkar og allt það. Hvað á þetta allt sameiginlegt með internet hlutana? Einhver? Þetta eru allt staðlar, samskiptamátar sem Internet of Things notar líka. Þannig við erum að gleyma því dálítið. Út frá því ákvaði ég koma með nafni á fyrirlestarinum og hvað þetta er. Hvað erum við með í bakgarðin sem við erum að gleyma? Hugsunin hérna er bara hreinlega öll þessi óveður sem við erum að fá og við erum ennþá að lenda í því að trampolínun okkar eru að fjúka af því við gleymum einhverju sem allir vita við að vera að gera. Og enginn hérna inni myndi vilja viðurkenna í dag, trampolínu mitt fauk í gærkvöldi. Það er búið að tala um þetta margoft, við eigum, það er komið vont veður, burtu með trampolínin. En við gleymum því, þannig að þetta er bara sambærilegt, hér erum við að gleyma hlutum sem við kunnum öll. Pælum við því. Þetta er frétt sem við öll munum glefti rétt fyrir jól. Kom frétt, innbrot í einhvern baby monitor hjá fólki hér í Reykjavík, kom inn í herbergi og það var einhver að tala við barnið. Þetta er raunveruleikinn og þetta er það sem við erum að tala um. En af hverju? Og hvað er þetta? Málið er við erum, sérstaklega við sem erum í tæknimálum, erum öll græjusjúklingar. Við viljum nýtt dót, okkur finnst gaman frá nýtt dót. Það er dótadagur, við erum að taka upp nýja dótið. Hér er listi yfir 10 vinsælustu Internet of Things tæki í heiminum í dag. Við erum að tala um Google Mini Home, Amazon Echo, Nest Thermostat sem er hreinlega bara hitaskynjari. Við erum að tala um Smart Lock sem er lás utan á útidyrahurðirnar ykkar. Við erum að tala um HomePod og HomeKit frá Apple sem getur stýrt næst í hverju sem er heima hjá þér. Við erum að tala um Averglow sem er loftgæði skynjari sem stingur í samband og hann skynjar að það er vont loft hjá þér
og þá kveikir hann á annarri innstungu svo þú getur haft rakatæki eða viftu eða eitthvað heima hjá þér. Við erum að tala um þráðlausar ljósaperur, við erum að tala um bara þráðlausar innstungu til að kveikja og slökkva með Wi-Fi, við erum að tala um eins og Lyric T5 sem er annar thermostat og svo erum við með tolkís sem að tengist vel inn á fyrirlesturinn sem var í náðan sem var frábær ef þið voruð ekki. Tolkís er dót þar sem að foreldrar geta tekið upp skilaboð og skilið eftir börnunum sínum. Og svo taka þau bara og kreista og þá er foreldrar að tala við barnið. Kom inn á þetta eftir. En það sem þetta hefur allt, þetta rauða er allt með stórum þekktu vulnerability sem hafa komið fram. Þannig þetta eru stóra aðeinslega sem eru að selja milljónir eintaka. Og þeir eru, sem betur fer, flestir búin að patsa þetta allt. En hvað með þá dótið sem við erum að kaupa á Ali á $5 sem er að gera það sama? Það er bara miklu verra. Hins vegar, ef við hugsum út í það sem við vorum að tala um áðan með Heartbleed og allt svona, þessi 3 grænu, þeir eru allir Wi-Fi tengdir, þannig að þeir eru allir impacted líka þar. En hvert er skópið? Hvað erum við að hugsa um? Hvað er það stórt vandamál? Mirai botnetið, við talaðum það áður, þegar það var stærst, það er sem betur verið að minnka í dag, var það 2,5 milljónir tækja, stærsta árásin 2016 var 620 gigabit. Þetta eru einfaldar árásir, þetta er bara DDoS til að taka niður kerfi. Eftir það fengum við Reaper, sem er annan botnet, sem er ennþá þróaðara. Þetta getur kyrt forrit, þetta er ekki bara DDoS. Sem betur fer í dag er talað um að þetta sé minni en allir héldu. Við getum haldið áfram, Hajime, 300.000 tæki. Það veit enginn hvað þetta botnet er að gera, það forðar stjórnvöld. Það veit enginn tilgangi með hverju bak við það. Svo þegar ég var að ganga frá fyrirlesturum í þar síðustu viku, komið nýtt net núna, sem heitir Hide and Seek. Og þarna sjáu það aðeins tímalínuna. Þeir byrja að finna það á netinu 24. janúar kl. 11, 14.000 tæki. Stuttu seinna 18.000, 20.000, 24.000. Síðast tölur sem ég var með var 27. og þá var komið svona 36.000 tæki. Þetta eru vefmyndavélarnar okkar, ísskápurnar okkar, diskabóksinn okkar, öryggiskerfin okkar. Þetta eru allt Internet of Things hlutir. En er þetta eitthvað mál fyrir okkur? Skiptir þetta okkur einhverju máli? Er þetta ekki bara gamla góða, það gerist ekki fyrir okkur, það er enginn sem eru á Íslandi. Þetta eru sumur rauk og þeir sem nenni ekki að spenna belti í bílum segja að ég lenda aldrei í bílsleysi. Og svo náttúrulega það besta sem vantar hérna, þetta reddast. Skiptir okkur einhverju máli. Þegar við förum yfir þetta, þá fæ ég oft þessa spurningu. Hvaða máli skiptir það á þessi tæki séu? Ég get ekki googlað þetta, ég get ekki fundið þetta. Og það er það sem við ætlum að sýna á eftir. Málið er að þessar leitarvélar sem við þekkjum eru bara indexa 5-10% af vefnum. Þá kemur stóra spurningin og sem við ætlum að fara yfir núna og hafa gaman að. Hvað er Shodan? Shodan er leitavél fyrir Internet of Things sem búið til í mörg ár og við ætlum að fara yfir hana. Hún hefur verið kölluð the scariest search engine on the internet. World's most dangerous search engine. Og það segja allir það sama. En er þetta eitthvað hættulegt? Hvað er þetta? Ég er ekki að kenna ykkur að hakka hérna, við skulum hafa það alveg á hreinu. Þetta er leitarvél. Shodan er fyrsta leitarvélin fyrir Internet of Things. Við getum leitað þarna að þessum hlutum sem við höldum að við getum ekki fundið annars. Þetta er ekki 100%, þetta leitar ekki að öllu á netinu, þetta leitar að algengum portum sem eru þekkt. Þetta tengist inn og tekur svokallaða banner grab sem er tengist inn í þjónustuna, spyr hana hvað hún er að gera, hvað útgáfun er að keyra og skráir þetta allt niður. 2014 hitti ég gaurinn bakvið þetta sem heitir John Madley, hann er einn sem gerði þetta. Þá var hann að skanna neti á cirka 3 vikna fresti. Og það eru 4 milljarðar íbjöðtalna. En hvað er með þetta? Er þetta eitthvað hættulegt? Venjulega þegar ég tala um þetta, þá fæ ég næst. Ég loka bara á þetta í eldvegnum mínu. Ég loka bara Shodan. Það finnur þetta enginn, þá má ég gera sem ég vil. En það er bara ekki þannig. Shodan er alls staðar.
Við skulum frekar snúa víti til varnar. Það falskt öryggi að loka sjódan. Notum þetta frekar sjálf. Leitum að netinu okkar, sjáum hvað við finnum, sjáum hvað almenningur að sjá okkur. Leitum á serverunum okkar, leitum á kerfunum, leitum að internet og þingshlutunum okkar. Þó að við hugsum þetta sem eitthvað svaka leitavél, hakkaratól, þá þetta það ekki. Þetta eru tól sem hver sem getur náði á netinu. Það bara búið einfald aðgang að þessu. En eitthvað fleiri jákvætt við þetta en að við eigum að nota þetta sjálf? Já. Sjódan farin að finna hegðunarmynstur á netinu og farin að finna botnet. Tolkís litla dótið áðan sem að tekur upp fyrir foreldrana. Sjódan fann óðarlega samskipti þarna frá. En þó að þetta sé á netinu og allt opið, þá þetta samt ekki. Sumt einfalt að finna, sumt flókið að finna. Þá skulum þess vera, ég lofa að koma með nokkuð dæmi hérna og sýna ykkur þetta. Ég get ekki verið með live demo hérna, því miður. En ég að fara að sýna screenshot og ýmislegt. Ég tók þetta allt sjálfur. Það búið að fela allt annað sem að tengist einhverjum aðilum. Þannig að þó að ég sjáu nöfn eins og símanum, sem stór internetveitaðilinn á Íslandi, þá þýðir það ekki að þetta sé hjá símanum. Þá þetta bara einhver sem með net hjá símanum. Það allt falið sem förum yfir eftir. Svona einfalt þetta. Þessi skipun sýnir allar vefmyndavélar sem opnar út á netinu og sýnir screenshotin af því. Ég vildi ekki sýna myndir hér á Íslandi ef ykkur í salnum væri kannski á myndinni. En þannig erum við strax með vefmyndavélar í heimi og sýnum hitakort. Þetta svona einfalt. En við höfum að tala heil lengi og tala allir að vefmyndavélar sé eitthvað sem opið. Hvað meira? Fyrirvöktun. Hún líka þarna. Kannast ykkur við orðið ALPR? Þetta semst Automatic License Plate Reader. Þetta eru bara skannar sem lesa bílnúmerið þegar þú keyrir fram hjá þeim. Og þetta mikið talað um í persónuvernd. Þetta stór hættulegt, en þetta út allan heim. En hvernig finnum við það? Einfalt, slærið þetta inn, þá finnur það alla. Og við erum að tala um hauga af þessu. Og aftur, nei, við erum ekki að hakka núna. Þetta bara dót sem liggur á netinu, þetta leitavél. En aftur, við erum bara að sýna dæmi hérna erlendis. Þannig að þá kemur við aftur þessari glæru. Og hvað með trampolínun okkar? Þá spurning veit ykkur hvað þetta er? Þetta textið sem stendur þarna. Þið sjáu þetta á Íslandi. Og þetta ekki hjá símanum, þó þetta stendur síminn. Þetta eru Siemens S7 iðntölvur sem eru opnar út á netið. Við erum að tala boxin sem fara inn í rammastöfluna sem eru að stýra versmiðum hjá okkur, virkjunum, hverju sem Ég eru að stýra hverju sem Þetta er svona lítil modul að fara inn í rammastöflunar. Þetta opið út á internetið. Ok. Hvað með það? Þetta bara inntölvu á netinu, það vil eitthvað með skjákerfi og eitthvað. En horfum aðeins. Útgáfa 302, 328. 2016 kom út vulnerability fyrir þetta sem hún getur dosað þetta út og drepið á þessum inntölvu. Það líka annar vulnerability þar sem hún getur fengið öll lykilorðin inn á þær. Þetta frá 2016. Þetta það sem við erum að sjá að öll þessi tæki eru með sömu vulnerability og við erum með í tölvukerfinum okkar í dag sem við erum ekki að sinna alveg nóg. Þurfum við að halda áfram? Nei, nákvæmlega. Ég held að þetta sé svartasti fyrirlestur sem ég hef gert, en við endum á mjög jákvæðum nótum. Opnir FTP-serverar. Screenshot af remote desktopinu og servera. Þarna erum við einhver dóminandi sem heitir Ingvar. Ég vona að sé ekki Ingvar hérna inni. Þetta domain controller sem opið út á internetið. Og munið aftur, ég tengst ekki neitt. Sjódan tekur bannergrab og tekur screenshot af þessu.
XP-vél. Þarna vitum við eitthvað að gera database og EasyWeb sem íslensku vefur. Þá veistu það mögulega bildið þarna, mögulega built-in password. Og þá hugsaum við, erum við ekki að læra? Núna, hvert sinn sem koma hlutir eins og WannaCry, þetta mikið í fréttum. Það fara allir að skrifa bloggum þetta. Allar fréttirnar WannaCry. Og ég sé reyndar ekki dagsetningarnar, ég man það ekki núna, en WannaCry voru allar vöru. Serti sendi út, ég veit ekki hvað marga tilkynningar, þá fjöllu allir þetta, þetta hættulegt, þetta verður að gera eitthvað í, þetta með loka heiminum. Þetta staðan í síðustu viku. Það enn 260 uppbytölur á Íslandi, vulnerable fyrir WannaCry. Af hverju eru ekki að sinna þessu? Við þurfum að patsa þetta. Þetta allt sem við kunnum að gera. Þetta eru basic hlutirnir. Og listinn heldur bara áfram. Þetta bara, við erum að tala sjónvörp, við erum að tala heimilistæki, við erum að tala upptökutæki, flakkara, öryggiskerfi. Við getum haldið endalaust áfram. Þetta eru allt dæmi hérna heima. Þetta eru við. Þetta það sem við eigum að kunna að gera. Þetta eru tölvukerfin okkar. Ef við munum ekki eftir að patsa þau, það ekki von að, eins og fyrirlestarnir hérna undan mér sögðu, mestu áhyggjurnar í heiminum í dag Internet of Things. Og því öryggismál þar í rugli. En það eitthvað skrítið að við getum ekki eins og sinnt okkar eigin tölvukerfum með basic hluti eins og patsi. Við erum ekki að tala að þú ert að kaupa ykkur dýrar vörur, þú ert ekki að tala eftirlitskerfi, loggakerfi, automatic patsing-kerfi, hérna erum við að tala stýrikerfi, við erum að tala einföldu hlutina sem við erum að kunna að gera. SSL version 2, það búið að tala mjög slæmt í mjög langa tíma. Íslandi með 621 íbyrtölu, vulnerable þar. Núna í júní 2018 þá að fara að loka TLS 1.0 í browserum. Við erum ennþá með 14.300 íbyrtölur að keyra TLS 1.0. Það segist í júní. En hvað getur gert? Þetta ekki bara einfalt? Hvað ætlum við að gera? Þetta það sem við kunnum. Við kunnum þetta öll. Þetta það fyrsta sem við lærum til við förum í þetta. Fylgjumst með þessu, keyrum baseline, vitum hvað að keyra hjá okkur. Hvað mörg fyrirtækin inni sem geta sagt eiga baseline af tölvukerfunum sínum eða netkerfunum sínum? Ef ég myndi spyrja þig, segjum við þetta innbroti, og þú veist að klukkan 14 í dag, þá varstu með 1.000.000 tengingar í gegnum eldveggið þinn. Ef þú átt ekki baseline á netinu þínu, þá veistu ekki hvort það sé eðlilegt eða ekki. Þannig hvernig áttu þá að finna út úr því ef þú ert að lenda í ykkur? Uppfærum, duglega uppfærum allt. Ekki keyra á default configum, breytum lykilorðunum. Það eru ennþá allir að keyra á password 1, 2, 3, 4 eða vendor, admin password, allt þetta. Við erum enn að nota þetta á tæki sem rópin út á netið. Aftur. Hvað segir þið? Nákvæmlega. Uppfærum aftur. Uppfærum allt. Þetta einfalt. Þetta það sem við kunnum. Lokum óþarfa hlutum í eldveggnum okkar. Notum eldveggina. Gömlu góðu sem allir kunna á. Hver ástæðan fyrir að domain controller sem RTP og búið á internetið? Það sem hver sem getur tengst inn. Það engin leið að réttlæta þetta. Aftur, uppfærum. Þetta þetta einfalda. Það alltaf að koma eitthvað nýtt í Internet of Things og við erum að nota það meira og meira til að við getum farið að berjast þar og verja okkur, þá verðum við að hafa þetta á hreinu. Í síðustu viku þá voru ég ætla ekki að segja vísindamenn, það mjög flott orð, rannsakendur í samstarfi IBM sem búin að finna leiðir að enkóta
skilaboð inn í lög til að stýra AI voice control tækjunum heima hjá okkur. Hér erum við ekki að tala um eitthvað sem er framleitt á skrifstofu. Spila lag og það er bak við tjöldin að senda inn skipanir sem Alexa skilur og eru framkvæma. Eða Siri, eða Cortana. Þetta er núna í gangi, þetta kom í síðustu viku. Þetta er það sem við erum búin að selja hérna heima, sérstaklega síðustu 2 jól. Það eru allir komnir með og eru að panta eitthvað í gegnum Alexa eða eitthvað heima hjá sér, stýra, kveikja músíkinni, skipta lag. Við erum með raunverulega dæmi í heiminum, þar sem að lögin er að stýra þessu og við höfum ekki hugmynd um það. En þetta er eins og sagði, þó ég sem aðeins núna búin að tala um ástandi er virkilega slæmt. Þess vegna þurfum við bara aðeins að fara back to basic, lögum patsingmálin okkar, komum þeim í gott horf, þá erum við miklu betri. Allir þessi stóru vulnerability sem við byrjuðum á, það eru til patsar við þessu öllu. Við erum bara ekki keyrað inn. Við þurfum að tryggja það. Við þurfum ekki, þetta er ekki eitthvað dýr budget, þetta er ekki að fá samþykkt fjárfestingu upp á einhverjum milljónum til að kaupa eitthvað tæki. Það er oftast lausnin okkar, ég kaupa eitthvað tæki sem gerir þetta. Gerum þetta bara, uppfærum. En lengra ætlaði ég ekki að hafa það í dag. Ef þið hafið áhuga á kynningu meira Sjódan, fylgist með Sjódan HQ eða Kilian á Twitter. Það eru hlutir, við erum að tala um það eru kort af Íslandi líka. Hann er að teikna kort út frá þessum gögnum sem sýna ýmsan hluti. Þetta er áhugaverð gögn, þetta liggur opið á netinu. Þú getur fundið þetta á Reddit, hvaðan sem er, það eru allir að skoða þessi gögn. Þannig að við skulum aðeins skoða hvað við finnum sjálf okkur þarna. Ég hvet alla til þess. Ef ykkur spurningar þá verð ég í allan dag hérna í húsinu á Vappinu. Bara endilega komið upp til mín og spurjið mig um eitthvað. Takk.